Íslendingar þekkja lítið til tónlistarferils Helga Hrafns Jónssonar en hann hefur notið talsverðar velgengni sem poptónlistarmaður í Austurríki á síðustu árum. Hann hefur sent frá sér 2 sólóplötur og meir og minna á tónleikaferðum heiminn, ýmist til að flytja sína eigin tónlist eða sem básúnuleikari með hljómsveitum á borð við Sigur Rós. Þrátt fyrir ungan aldur hafa orðið algjör umskipti á tónlistarferli Helga Hrafns og við fáum að heyra allt það hér á eftir. En fyrst ætlar Helgi að flytja okkur lagið Digging Up a Tree af nýri plötu sinni For the Rest of My Childhood. I'm digging up a tree in the garden. I'm looking for a worm from my hook. I'm looking out on a town and its houses. I'm looking out above the roofs. I'm looking out until my eyes are sore. I'm looking out and I can't see clear. No, something's bothering me and it's ugly and I don't want it. I'm stepping out. I'm in a state of mind. I'm stepping out above the rain. I'm stepping out. There is some moss in the grass. I'm stepping out and I'm not in pain. No, I feel well. There is a shovel in my hand and my fingers are getting wet and cold from the rain. I'm digging up a tree in the garden. I'm looking for a worm for my hook. I'm shoveling out the rest of my childhood and making pulp from all the pages of my book. That's a story that you took and made your own, and that was bad. Still, I don't want to spoil any of the strawberry blend. I'm moving out. There is a suitcase in the garage. I'm moving out, but not far away. I'm moving out. You see, my problems are never that big. I'm moving out, and that's okay. And I feel well. There is a shovel in my hand, and my fingers are getting wet and cold from the rain. I'm digging up a tree in the garden. I'm looking for a worm for my hook. I'm shoveling out the rest of my childhood and making pulp from all the pages of my book. That's a story that you took and made your own, and that was bad. I'm digging up a tree in the garden. I'm looking for a worm for my hook. I'm shoveling out the rest of my childhood and making pulp from all the pages of my book. That's a story that you took and made your own, and that was bad. Still, I don't want to spoil any of the strawberry plans. No, I don't want to spoil any of the strawberry plans. Velkomin Helgi. Velkomin til okkar. Takk. Og takk fyrir þennan flotta flutning. Já, það var gaman. Heyrðu, segðu mér nú eitt. Fólk veit nú lítið þig, þráttur að þú hafi verið mikið að spila í útlöndum. Já. En þú byrjar sem básúnuleikari. Já, byrja og enda sem básúnuleikari. Já. Já, ég spilaði bara á básún og spilaði ennþá frá því ég var lítill krakki og ætlaði mér nú alltaf bara að gera ekki neitt annað. Svolítið skrítið að hugsa að leggja það fyrir sig. Já, það er svolítið sérstakt. Að blása í lúður, það er alveg magnað, sko. En þú áttir þér stóra drauma að verða sólóisti, eða ekki? Klassískur básúnuleikari? Það var bara planið. Og það var eins og engin ákvörðun
að fara frá því plani, en það bara svo gaman að syngja. Já. En ég spilaði ennþá tölvöld mikið á básunu, en og í ýmsum myndum, bæði ennþá í klassískri músík, þó það náttúrulega hafi minnkað mjög mikið. Og svo náttúrulega noti ég hann alltaf á tónleikum, bæði í mínu eigin prógrami eða þegar ég er að spila með öðrum böndum. En það kemur upp að þú þarft svona aðeins að einbeita þér að öðru, þú getur ekki spilað jafn mikið í lúðurinn og þú hefði kannski viljað? Já, það er svona, já, það má eiginlega segja það, sko. Og einhvern veginn, en eins og segja, þetta var engin ákvörðun, þetta er bara svona þróast þannig. Já. Og það er, já, það ætli sé ekki svona 5-6 ár frá því ég byrjaði að syngja og spila á píanó og gítar. Já. Semja lög. Það er svo gaman að semja. En þú ferð einhvern veginn úr því að vera í klassíkinni og yfir í poptónlist. Það er heimur að hafa þarna á milli. Já, hvað olli því? Það er erfitt að segja. Ég er náttúrulega kannski bara ég er náttúrulega svagur fyrir pop. Já. Mér finnst gaman að hlusta á pop sjálfur og líka mikið af þeirri klassísku tónlist sem ég hef hvað mest gaman. Hún er svona, það er ýmsir, hún er mjög sammarka poptónlist. Hún er kannski bara poptónlist. En svo fara hjólin að snúast og þú ert staddur út í Austurríki, færð plötursamning og fer að ganga vel og segðu mér aðeins frá ævintýrinu þar úti. Ég bjó þar í 8 ár og var fyrst 5 ár í námi þar og byrjaði að spila með hljómsveit sem heitir Bífólk, sem ég starfa reyndar ekki með í dag, en við svona ferðumst rosalega mikið í Mið-Evrópu og fórum tvisvar til Asíu og komum meira tvisvar til Íslands. Og það var svona heimstónlistaband og ég byrjaði þar sem básúnuleikari og endaði síðan sem eiginlega söngvari. En já, ég fekk svolítið nafn í Austurríki og í Þýskalandi í gegnum þá hljómsveit. En síðan fór ég að semja mín einn poptónlist og já, fekk einhvern plötusamning og fyrsta plata mín kom út þar í Þýskalandi og Austurríki. Gekk ágætlega, fekk fína viðtökur og ég fór að spila töluvert upp úr því. Og svo sendur þú frá því plötu sem er ekki alveg pop. Þetta sem við vorum að heyra var nú kannski svona, ég veit ekki hvernig við maður lýsa þessu. Algjört pop. Er þetta bara pop? Þetta er ekki alveg saman stíllinn og var hjá þér. Í fyrstu plötunni? Já. Nei, örugglega ekki. Ég hugsa kannski bara fyrstu plötunni þá var ég kannski bara það var kannski bara svona öll lögin sem ég átti. Já. Allt sem ég gat og var kannski ennþá bara svona að leita að því mínum hljómi, mínu rödd. Og finnst þér að hafa fundið það núna? Já, ég held það, allavega aðeins meira, sko. En þú hefur nóg að gera og ert á leiðinni á tónleikaferðalag bara eftir nokkra daga, er það ekki? Já, ég er að fara núna er ég að fara og nýkomin af einu, sko. Ég er eiginlega mest í því núna bara að spila úti sem er mjög gaman. Ég er að fara núna vera með 2 tónleika í London og síðan Þýskaland og Sviss og Austurríki og 1 viku frí í Portugal. Já. En eitt að lokum segðu mér, hvers vegna hefur ekkert komið heim? Við hefum bara ekkert séð til þín hér. Ég veit það eiginlega ekki, sko. Kannski er ég bara eitthvað ragur við að spila heima. Já. Það getur verið. En svo náttúrulega, sko, þetta virkar allt öðru síðan á Íslandi. Til dæmis, ég er ekki tónleikahaldari. En einhvern veginn virkar þetta þannig að böndin þurfa bara að sjá allt sjálf og skipuleggja og ég einhvern veginn bara get það ekki, sko. Nei. En ég svo finnst mér líka bara alltaf leið að taka tíma. Mér langar rosalega mikið að spila þannig og ég mun örugglega að gera það. Ég á líka heima eina. Já, við bara sjáum örugglega meira til. Takk að kærlega fyrir komuna og góða ferð út. Takk fyrir mig.